Sko, eitt af því sem við höfum heyrt í samtölum okkar við þingmenn bæði Samfylkingar og Vinstri grænna á undanförnum mánuðum og ekki bara þar heldur líka út í samfélaginu. Egill Helgason segir þetta í öðrum hverjum silfurþætti, við munum aldrei þurfa að borga þetta. Munum við nokkuð tíma þurfa að borga þetta? Við förum inn í ESB og þá verður þessi reddað, við munum aldrei þurfa að borga þetta. Eða einhver aðri koma að beila okkur út. Sko, finnst mönnum þetta líklegt? Er þetta líklegt? Ég hef aldrei heitt neitt rökstuðning fyrir þessu. Nei. Þetta svona haft í endan á samræðinu, sko. Til að ljúka samræðinu, þá segja menn, annars held ég mun aldrei þurfa að borga þetta. Þetta svona kannski svipað og bankarnir hliðstætt við kenningu þeirra, sko, að ef allt fer að versta veg, að þá greiðir ríkið. En sko, við munum aldrei þurfa að borga þetta, hver á þá að borga þetta? Það ekki komið neitt, það ekkert svar við því og ríkisstjórnin getur ekki hallað sér upp að neinum og bent á neitt sem ætlar að taka það að sér. Nákvæmlega. Að leysa okkur undan þessu þegar við erum búin að margt skrifa undir þetta. Og það má kannski benda það, sko, miðað við þá hörku sem Bretar og Hollendingar hafa sýnt og sannað núna undanfarnum mánuðum í þessum samningaviðræðum. Þeir ætla sér að fá hverja einustu krónu borgað. Þeir ætla sér að gera það. Það engum blöðum það að fletta. Núna þeir að byggja sína kröfu á vafasömum lagalegum heimildum. Halda menn það virkilega að þegar þeir hafa fengið undirskrifað skuldabréf í hendurnar í formi þessara samninga frá Alþingi, ef það gerist, að þá einhvern tímann inn í framtíðinni muni þeir verða óbáslega jákvæðir fyrir því að fella bara niður þessa skuld. Það bara ekkert að gerast. Þegar hún er orðin gulltryggð. Þegar hún er orðin gulltryggð. Og við sjáum það bara að þeir taka þennan fyrirvar frá Alþingi að það eigi að ræða það að hætta borga 2024. Það var ekki einu sinni ákveðið í fyrirvarnum. Og þeir taka það og heimta því sé breytt í það að það muni aldrei verða hætt að borga. 5,5% vextir, 5 árin í framtíðina sjálfkrafa og svo önnur 5 ár og svo önnur 5 ár ef eitthvað verður eftir. Halda menn það í alvöru að þeir muni breyta þessari skoðun sinni þegar þeir eru komnir með skuldabréfið í hendurnar? Það bara algjör óskhyggja. Þeir hafa haft svo mörg tækifæri til að sýna linkind, ef við viljum kalla það, og hafa ekki sýnt það á neinu stígi í þessu máli. Ekki á neinu stígi. Þannig að það þyrfti meiri háttar hugarfarsbreytingu til þess og maður reiknar ekki að sér ekki fram á hvernig það var að gera. Þetta óskhyggja. Algjör.